skattborgara Reykjanesbæjar. Nei, mér finnst það ekki. Mér finnst bara við eigum að semja þangað til að við eigum að þá að fá bara betri samning. En jú, auðvitað, náttúrulega ef að við fáum ekki betri samning úr þessum starfshópi sem núna að ræða saman, þá verður kannski ekki bara samið, en við þurfum bara að finna alla leiðir. Við þurfum að fá meira út úr ríkinu til að fá inngildingu fyrir þennan málaflokk. Já. Þannig að það verður bara meiri álag á velferðarsviðið ef að við semjum ekki. Við þurfum fjármagn með þessum hóp fólks. Hann kominn í samfélagið, hann fluttur hingað, einstaklingarnir, og við þurfum fjármagn með þeim. Við getum ekki endalaust verið í þessum halla. Og við ráðum því ekki, við höfum örugglega oft farið yfir þetta, hvað eru margir á vegum Vinnumálastofnunar. Við erum oft, og þá segi ég oft, búin að bóka það að við erum ekki sammála eða við erum ekki samþykkt því hvað eru margir á vegum Vinnumálastofnunar. Af því að það náttúrulega bara, það einhvern veginn, það annar hópur, það ekki okkar hópur. En við þurfum fjármagn fyrir okkar hóp sem nú þegar komið í samfélagið. Þannig að ég bara skil þetta ekki. Ég bara skil ekki af hverju, og mér finnst líka bara, ég bara svo hissa að það eru fulltrúar í velferðarráði frá þessum báðum flokkum og samþykkja þetta allt. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Sigurrós. Helga Jóhanna Oddsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Gengisfelling umræðunnar samning samræmda móttöku flóttamanna hefur átt sér stað hér eins og ávallt þegar þessi mál ber á góma, og bæjarfulltrúi Sigurrós grípur til orðsins sem svo vinsælt, rasismi. Og við skulum nú ekki viðhafa rasisma hér í pontu. Ég frábið mér svona umræðu. Bókun okkar sjálfstæðisfólks lögð fram eftir að hafa sest yfir þær fundargerðir sem hér voru til afgreiðslu. Við störfum með öflugum hópi fólks sem situr fyrir okkar hönd í nefndum á vegum sveitarfélagsins, og við óttumst það bara alls ekki neitt að taka umræðuna upp að nýju og horfa á hana í víðara samhengi. Þannig að bæjarfulltrúi Sigurrós getur hætt að vera svona ofboðslega hissa. Þetta eðlileg og lýðræðisleg vinnubrögð. Þegar við leggjum fram þessa bókun erum við að taka til þess að hér í bæjarfélaginu erum við að bjóða íbúum okkar sem nota bene að 33% af erlendu bergi brotin. Við erum að bjóða þeim hópi ásamt öðrum bæjarbúum upp á verri þjónustu en við sjálfstæðismenn vildum gjarnan bjóða. Af því að við erum komin að þolmörkum í svo mörgum málaflokkum. Og í almáttugs bænum, kæru bæjarfulltrúar, getum við sleppt rasistakortinu? Takk. Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp undir fundi velferðarráðs Reykjanesbæjar frá 11. apríl síðastliðnum. Aðeins að koma inn á annað mál sem hefur aðeins verið fjallað hérna í dag, sem þarfagreining þjónustuúrræða. Og Sigurrós fór nú nokkuð vel yfir málið hérna í upphafi umfjöllunar fundargerðina. Og erindi snýr svolítið það að starfshópur fari af stað og greini þá möguleika sem felast í að breyta hlévangi í fjölnota þjónustuúrræði fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Ásamt því að kostnaðargreina breytingar sem þetta gera á húsnæðinu. Mér fannst þetta lærdómsríkt erindi. Mér fannst
bara fyrir mig sem kjörin fulltrúa að erindi er vel samsett, rökstutt, gefur góða mynd af þeim áskorunum sem að starfsmenn velferðarsviðs standa frammi fyrir, bæði á hverjum degi og eins í tengslu við árstíðabundin verkefni. Og svona í heilt yfir finnst mér bara vel að sé lagt af stað í þessa vegferð með það fyrir augum að bæta þjónustunni við þennan hóp. Og á sama tíma þá erum við að horfa svolítið til þess hvernig þetta er að grípa möguleg tækifæri þegar þjónusta í sveitarfélaginu breytist með tilkomu nýs hjúkrunarheimilis. En eins og hefur komið þetta fram líka, þá hefur ýmislegt breyst í nærsamfélagi okkar og á þess að öll kurl séu komið til grafar í þeim efnum að þá eru ljóst að mikill fjöldi þjónustuþega sem dvöldu í Grindavík eins og hefur komið fram hérna mun ekki snúa þangað aftur í bráð. Og það er þá bara spurning hvernig þessi valkostur með Klefang verður til framtíðar. En það er náttúrulega samt alveg ljóst að það þarf alltaf að svara þessari spurningu hvernig við myndum nýta húsnæðið. Því að það er líka alveg ljóst að Klefangur er ekki hjúkrunarheimili til framtíðar þó að tímabundið muni kannski tímalínan hreyfast. Og það er kannski ákveðin bara ábyrgðar hlutur að horfa á þennan valkost. En ég er ekkert hissa þó að vinna starfshópsins myndi jafnvel leiða okkur aðeins dýpra í þessari vegferð og við myndum fara út í það að greina stöðuna svolítið út frá núllpunkti. Samhliða því að horfa mögulega á nýtingu Klefangs. Því að bara hver er þörfin og hver var í hentugasta leiðin áfram til að betrumbæta þessa þjónustu í sveitarfélaginu. Er til dæmis bara fullt þörf á því að byggja hreinlega bara upp nýtt úrræði í húsnæði sem myndi þá fullkomlega henta og veri hanna út frá þörfunum. Fyrir ekki að reyna að koma starfseminni inn í eitthvað húsnæði bara því að það er til. Og ég ætla ekki að svara því til hér en ég tel að bara við ættum að hafa þetta í huga svona þegar við leggjum að staði þessa vegferð. Og ég held að þó kom ekki fram hann í erindinu, þá finnst mann eða svona sjálfgefið, mér finnst alveg rétt að taka það fram líka að mikilvægi þess að eignasjóður hafi aðkomu að úttekt á húsnæðinu og kostnaði með þetta breytingarnar. Annað mál, eða þriðja mál á dagskrá fundarins var vinnsla barnaverndarmála í Grindavík og þarna er verið að fjalla erindi frá Barna- og ungmennastofu sem að vitnar í lagatexta skyldur annarra sveitarfélaga til að taka við þjónustu í þessum málaflokki. Og þessi texti var alveg án nokkurs vafa ekki ritaði með það í huga að heilt 4.000 manna sveitarfélag myndi þurfa að leita annað með öll sín barnaverndarmál á einu bretti. Og ég tek undir orð velferðarráðs sem að styðja þurfi yfir Grindavík í þessum málum jafnt sem öðrum. En það að ríkisstofnun skuli á þess að blikna bera fyrir sig almenna greinar og barnaverndarlögum sem ætlar að fjalla flutning einstakra mála á milli bæjarfélaga undama að ætla að fella öll þessi mál undir þær greinar í einu vettvangi án þess að komi einhver annar viðeigandi stuðningur annað er náttúrulega svolítið sérstakt. Því eins og velferðarráð bendir á þá mun þessi tilflutningur mála hann þýðir aukna mannaráðningar eða aukna biðlista, það er annarkvort og einhvern veginn finnst mér að Barna- og fjölskyldustofu ætti að vera vel kunnugt það erindi muni valda þessu og sakna þess að það ber ekki neinn þess merki að sé einhverja mótvægisaðgerðir sem komið á móti. Fjórða mál á dagskrá hefur verið fjallað töluvert hér, samræmd móttaka flóttafólks og sú niðurstaða sem er komin í samningaviðræður við ríkið vegna þjónustu við einstaklinga sem í samræmdri móttöku flóttafólks. Og niðurstaðan er fækkun 100 einstaklinga í þjónustu frá síðasta samningi og verði að hámarki 250 einstaklingar sem rétt 1% af íbúafjölda sveitarfélagsins. Og þegar maður verið að velta þessum málum fyrir sér í gegnum tíðina, því við höfum náttúrulega upplifað gríðarlega miklar áskorunir vegna alls þess fólk sem á flótta og hefur leitað til Íslands. Og ástandið í heiminum er þess eðlis að við erum ekki bólusett fyrir því. Og mér finnst 1% kannski vera bara ágætis viðmið í þessum málaflokki. Því að ég held að Íslands samfélag í heild sinni myndi bara hreinlega vera betur í stakk búið til að takast á þennan málaflokk ef að okkur myndi lukkast að tryggja þetta hlutfall í samræmt milli allra sveitarfélaga í landinu. Því það er ekkert mál fyrir Reykjanesbæ og samfélagi hér að þjónusta 1% til viðbótar við þann fjölda sem í sveitarfélaginu okkur. Og ef staðan væri þannig að öll önnur sveitarfélög væri að taka þátt í þessari vegferði í þessu hlutfalli, þá værum við ekki að horfa upp á þær aðstæður sem ríkið hefur skapað í samfélaginu okkar með því að vista á tímabili á annað 1000 einstaklinga í leit að alþjóðlegri vernd í sveitarfélaginu án allra samninga. Það er sú staðreynd sem hefur skapað áskorunar í samfélaginu okkar langt umfram það sem eðlilegt er. Ég vil þó taka undir áhyggjur bæjarfulltrúa sem hafa komið hérna fram í dag og leggja áherslu á það
líkt að komið fram að mikilvægi þessar samningar sem unnið að núna og munum væntanlega koma til umfjöllunar í júní leiðrétti þann halla á fjármagni sem þetta er staðar í dag. Og við kannski bara svona lokum bara ítreka það að það er alveg skýrt að í mínum huga að samningur Reykjanesbæjar samræmda móttöku flóttafólks 250 einstaklinga veldur ekki óyfirstíganlegum áskorunum í rekstri sveitarfélagsins né yfir álagi á innviði. Hún er nærtækari svo spurning þegar ríkið og ríkisstjórn Íslands með stuðningi Alþingis hefur kosið að vista á sama stað allan þann fjölda utan samninga og þar kreppir skóinn af. Og mikilvægt að svo lagaumgjörð sem unnið hefur verið að á yfirstandandi þingi raungerist sem allra fyrst. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Aðeins til að grípa inn í umræðina þá er forseti sammála bæjarfulltrúa Sigurrós það sem hún kom inn á áðan að það hlýtur að teljast sérkennilegt þó að bæjarfulltrúa Helga Jóhann hafi komið inn á það vissulega frá þeirra bæjardyrum séð eða þeirra flokks að nefndafólk í flokkum ákveði einn hlut og hér innan bæjarstjórnar er þeirri ákvörðun kollvarpaða viðkomandi flokki þannig að ég tek alveg undir að það er sérkennilegt þó að vissu störfum eftir lýðræði hvernig svo sem það kemur fram. Nú Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir við biðjum orðið gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Mér langar aðeins að koma inn á annað mál þar sem hefur verið rætt húsnæðið Hlévang. Það er eðlilegt þegar að það stendur til, hvernig svo sem að þetta mun allt saman, við verðum bara að bíða og sjá hvað gerist, en það er eðlilegt þegar stendur til að húsnæði losni í svona stóru sveitarfélagi að þá líti margir hýru auga. Það húsnæði hýru auga. Við getum bara notað þetta hús einu sinni, það er alveg ljóst og það þarf að meta ástandið og það er ekki tillaga mín hér en mér finnst bara eðlilegt að við ræðum það að stjórn Eignasjóðs komið þarna málinu enda er samkvæmt erindisbréfi á hlutverk stjórnar Eignasjóðs að halda uppfæra skrá yfir eignir viðhald og viðhaldsstörf og síðan að hafa umsjón með rekstri eigna viðhaldi og nýframkvæmdum. Þannig að ef það þarf að fara í það að skoða þetta húsnæði nánar að þá sem eflaust er að stjórn Eignasjóðs komið þarna að enda hefur það sýnt sig að það var mjög gott skref hjá okkur að setja þá stjórn hér á laggirnar. Ég ætla nú ekki að fara mikið inn í fjórða mál sem er endurnýjaður samningur samræmda móttöku flóttafólks en vil þó hér segja við séum kannski eins og ég hef kannski komið inn á áðan áður að stundum erum við aðeins að ruglast hér á hugtökum og ég held í grunninn að við séum öll sammála og þá á ég við að við erum sammála því að við höfum hér lagst öll á eitt við það að tryggja að það verði fækkun hjá þeim sem búsettir eru hér, hafa tímabundna búsettu í sveitarfélaginu á vegum Vinnumálastofnunar og við þurfum að halda áfram að vera þar samtaka. Það eru umsækjendur alþjóðlega vernd, það sem hér er talað sem snýr að samræmdri móttöku flóttafólks, þar sem mér finnst mikilvægt að nefna líka það er ekki neini nýjar að koma inn í þann samning, þetta er þeir sem eru þarna inni í samningnum eða að þiggja þessa þjónustu frá sveitarfélaginu eru bara íbúar okkar sem eru hér með kennitölu. Vinnslu þeirra mála er lokið og eru bara íbúar hér eins og við sem hér erum og þannig að við erum að tala sitt hvort málið og eins og bæjarfulltrúi Bjarni Páll kom hér inn á þá er það ekki komið yfir þolmörk að við séum að þjónusta hér 1% af þeim sem að hafa nú þegar fengið kennitölur eru orðnir bara fullgildi meðlimir í íslensku samfélagi og þá kannski hinn samningurinn sem er nú reyndar ekki hér til umræðu sem er samningur
umsækjendur alþjóðlega vernd þar sem við erum að þjónusta 70 manns. Það er 0,3% af íbúum sveitarfélagsins. Og bara til samanburðar varðandi samræmda móttöku flóttafólks þá í Reykjavíkurborg þeir þjónusta 1500 manns sem akkurat líka 1% af eða það bil, það bara í sama hlutfalli og þetta kannski bara eðlilega hlutfalli sem ætti að vera allt land. Við erum í grunninn sammála það að það verður að fækka þeim sem eru hér í sveitarfélaginu í þjónustu Vinnumálastofnunar og við verðum að passa við ruglumst ekki á þessu. Íbúar okkar og þessi 70 manna samningur, við getum vel sinnt því en það er hitt sem við höfum sammælst að hjálpast að við að tryggja að verði gerðar úrbætur á. Kjartan Már, gjörðu svo vel. Fyrirgefðu bæjarfulltrúi Valgerður Björk, ég er í svo skæru ljósi, ég sé ekki til þín, en gjörðu svo vel, svo ert þú næstur, kæri bæjarstjóri. Já, ég tek undir það að það er svona óvenju skært, en já, ég sem sagt ætlaði bara að gera grein fyrir afstöðu okkar í beinni leið til málana, þar sem við erum ekki með fulltrúa í velferðarráði. Við fögnum samningsdrögum velferðarráðs sem Reykjanesbær gerir við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið og ég var nú búin að skrifa inn í ræðuna að ég ætla að lýsa yfir ánægju með samstöðu flokkana þetta mál en ég er orðin smá rugluð á því hverjir eru á móti og hverjir eru með. Mér finnst að vera bara svona á allavega einhverri réttri leiði í þessu málum. Reykjanesbær hefur ítrekað komið skilaboðum áleiðis til ráðuneytis og annarra sveitarfélaga að við viljum alveg taka þátt í þessu verkefni og gera það vel en alls ekki vera eitt af 3 sveitarfélögum sem tekur þátt, heldur einmitt eitt af 14 eins og staðan er í dag, vonandi eitt af eitthvað 70. Ég skil gagnrýna að auðvitað eigum ekki að vera að greiða með samningnum en þess vegna er einmitt verið að minnka umfang virkniteymisins sem var eflaust stækkað í takt við fyrri stærri samninga. Samkvæmt bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur segja 85% bæjarbúa í könnun að þau vilji fækka hælisleitendum. Ég heyri ekki öðru en það sé einmitt verið að gera það er verið að fækka, bæði í hópi flóttafólks í samræmdum móttökunni 100 og í hópi umsækjenda alþjóðlega vernd 200, kannski ekki jafn hratt og fólk vill, en það er kannski ekki hægt að sjá það út frá könnuninni. Mér fannst líka áhugavert að í bókun Sjálfstæðisflokksins kom fram að flokkurinn harmi að álagi vegna flóttafólks sem eru þá að því að það er notað orðið flóttafólk, þá er það þessir 250 valdi því að þjónusta sveitarfélags við bæjarbúa þar með þau 33% íbúa sem eru á erlendu bergi brotin sé ekki betri en raun ber vitni. Hvað er verið að tala hér? Hvaða þjónusta er verri vegna álags flóttafólks? Er verið að ræða eitthvað annað en almenningssamgöngur sem við höfum auðvitað alveg rætt í bæjarráði? Það væri gott að fá einhverju dæmi. Takk. Kjartan Már, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar bara, ég ætla ekki að blanda mér í þessu umræðu efnislega, en mér langar aðeins að út af hléfangi húsnæðinu við, já það er rétt hjá okkur, það er rosalega skert ljósið það, ég hef bara ekki tekið eftir því, að þá hefur umræðan hvaða hlutverki eða hvað eigi að gera við það hús þegar að þau 30 hjúkrunarrými sem að í því eru núna verða flutt í nýtt hjúkrunarheimili sem verið að byggja við Njarðarvellina eða við Nes, það sem við kallum Nesvelli og stendum við götu sem heitir Njarðarvellir. Þannig að þessi umræða er miklu á sem lengri aðdraganda heldur en jarðhræringar í Grindavík og það má vel vera að það sjónarmið eigi alveg rétt á sér að menn haldi eitthvað aftur á sér höndum og noti hléfang áfram sem hjúkrunarheimili en ég vildi bara útskýra akkuru þessi tillaga er að koma fram núna þetta er langur aðdraganda og svo búið að vinna heilmikla vinnu og þarf að vinna hana meira áfram. Það er eitt sem við þurfum að hafa í huga, eða tvennt sem við þurfum að hafa í huga í þessu sambandi. Við eigum þetta hús ekki einn, fyrsta lagi. Það eru önnur sveitarfélög sem eiga að vísu mikinn minni hlut og lítinn hlut í húsinu, en engu að síður, það eru aðrir eigendur á það.
Og í öðru lagi þá eru mjög fá bílastæði við húsið. Það er alveg búið að skoða það mörgu sinnum hvort það sé hægt að auka þau, fjölga þeim einhvern veginn og það er mjög snúið mál og í raun bara ekki hægt. Þetta hús hendar ágætlega fyrir margskonar starfsemi, meðal annars þessa sem að hér er til umræðu, meðal annars vegna þess að þarna eru gistirými og hluti af þessari þjónustu sem þarna verið að tala um fyrir fötluð börn með mikla stuðningsþarfir er einmitt að geta leyft þeim að gista eða hvað maður að segja, að þau fari út af heimilum sínum í 1 til 2 vikur og eru þá í umsjónara þarna. Þannig að margt sem bendir eða vinnur með þessu. Varðandi hjúkrunarheimilið, að því hér var talað um að hjúkrunarheimilið er ekki fyrir okkur út af þessu ömurlega ástandi í Grindavík, þá vil ég nefna að rýmin eru 80 sem við erum að fá í nýju hjúkrunarheimili. Þau voru 60, 20 rýma hæðir, en það var síðan að ósk heilbrigðisráðuneytisins ákveðið að bæta 4. hæðinni við. Þannig að við erum að tala um 80 rými og ef að 30 rými fara frá Hlévangi þá er ennþá eftir 50 rými. En það er ekkit í þessu kerfi sem segir að þau rými séu eingöngu fyrir okkur eða Suðurnesjum, en því að hjúkrunarheimilin í landinu eru bara fyrir alla sem að þurfa á hjúkrunarheimili að halda. Og það getur þess vegna verið að hinga komi fólkin á hjúkrunarheimili sem að býr einhver staðar annar staðar, hvort sem það er í höfuðborgarsvæðinu einhvers staðar út á landi, á sama hátt og það eru íbúar sem hafa kannski búið alla sína tíð eða stóran hluta sinni ævi og teljast vera annarkvort Keflvíkingar eða Njarðvíkingar eða Hafnarmenn eða hvað það nú er, sem að hafa þegi pláss á hjúkrunarheimilum út á landi. Þannig að þetta er bara eitt kerfi, þó að auðvitað megi búist við því að langstæsti hluti þeirra sem fara þarna inn þegar að því kemur að þau komi héðan á þessu svæði. Það var eitthvað annað, já, að því hér var tillaga um að vísa í bæjarráð innra skipulagi teyma á velferðarsviði, þá vil ég bara rifja það upp með bæjarfulltrúum, bara svona til upplýsingar, að bæjarstjórn og bæjarfulltrúar hafa ekki hingað til verið að hafa skoðanir á innra skipulagi sviða. Bæjarstjórn hefur hingað til lagt línur í því hvaða málaflokkar eru hvar eða hvernig efstu lög í þessu, en síðan hafa sviðstjórnarnir haft í samráði við sitt fólk með það að gera hvernig nákvæmlega verktilhögun og verkefnaskipting innan hverra sviða eða teyma er. Og það væri þá algjör kúvending á því verklagi sem hefur verið viðhaft mjög lengi hjá Reykjanesbæ, ef að bæjarstjórn ætlar að fara að segja sviðsstjórum eða öðrum fyrir eða til það hvernig þeir skuli skipuleggja sín svið í innra starfi. Kæra þakkir fyrir þessar upplýsingar bæjarstjóri, og aðeins til að koma inn á þetta mál 2, þarfagreining þjónustuúrræða, að þá við vitum það að á Víðihlíð í Grindavík bjuggu 20 einstaklingar þegar það stóð í sínu blóma, og íbúar á Hlévangi eru 30 eins og bæjarstjóri kom inn á, þannig að þarna erum við komið með þá 50 manns, en við fengum upplýsingar það að áður en að þessar jarðhræringar hófust í Grindavík þá var biðlisti eftir hjúkrunarrými hér 40 manns. Þannig að þetta er alveg áhugaverð staða, og sem betur fer fáum við þessa 4. hæð. Við vorum mjög heppið með það, en vissulega eins og staðan blasir við okkur í dag með þetta hjúkrunarheimili fyllast á fyrsta degi. Þannig að þetta er alveg eðlilegt að við þurfum að rýna þetta mál sérstaklega. Nú Margrét Þórarins hefur beðið orðið bæjarfulltrúi, og gjörðu svo vel.
Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég vil þakka Kjartani Má fyrir þessar upplýsingar sem hann var að herra bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni fyrir þær upplýsingar sem hann var að veita okkur. Hvað varðar að bæjarstjórn bæjarráð sé að skipta sér af sameiningu svið og annað innan Reykjanesbæjar, þá held ég að hann sé eitthvað að misskilja það sem ég er að tala um, sko. Málið er það að við erum að gera þetta vegna þess að við erum í samvinnu við ríkið. Hingað til hefur ríkið ekki verið að inn á þessum sviðum með starfsmenn. Þannig að þess vegna er ég að óska eftir því að þetta mál fari inn til bæjarráðs þar sem við getum rætt þetta og það er margar spurningar sem í huga mínum sem ég hefði viljað fá svör við fyrir. Þannig að þess vegna kem ég með þessa tillögu. Hvað varðar lýðræði og mér langar aðeins að tjá mig það að þá er umboð lýðræðislegu flokkur og ég gerir mér alveg fullkomlega grein fyrir því að okkar manneskja í velferðarráði samþykkti þennan samning og það eru skiptar skoðanir í flokknum, það er alveg rétt hvað var þennan samning, en það er bara þannig, við erum lýðræðisflokkur og meirihluti ræður, svona það sé komið á hreint. Heyrðu, takk fyrir. Já, Kjartan Már vill koma og segja meira, svo Margrét Sandersnes. Ég fyrirgefi fórsti og bæjarfulltrúa. Ég gleymdi að segja, ég ætlaði að það er einn af punktunum, ég bara hljópi yfir hann, að í dag þá fékk ég sýndar frá innviðaráðuneytinu þar sem að ég var spurður að því hvort að ég og einhverju með okkur getum tekið á móti nýjum innviðaráðherra, Svandísi Svavarsdóttur, sem ætlar að heimsækja Suðurnesin á þriðjudaginn, gagngert til þess að ræða aðkomu sveitarfélaganna á Suðurnesum að málefnum Grindvíkinga. Það eru fullt af eins og hér var rætt barnaverndarmál og fleiri mál, skólamál, íþrótt- og tómstundamál, það er fullt af málum sem að menn og konur vita ekkert alveg hvernig á að höndla. Ráðherrann vill fá að heyra þetta frá okkur frá fyrstu hendu. Við erum þegar byrjuð undirbúa þann fund. Það er ekki búið tímasetja nákvæmlega en ég skal upplýsa ykkur það þegar þar að kemur. Kærar þakkir fyrir þetta bæjarstjóri. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Fyrst þegar ég fór yfir fundargerð velferðarráðs og las yfir samninginn, þá horfði ég til þess að 6 mánaða samning var að ræða og taldi að eflaust hugsanlega kannski örugglega ættum við að samþykkja þetta. Af því að þetta er mest orðinn hlutur og það væri eiginlega bara rétt að samþykkja. Því betur sem að ég skoðaði málið og þegar að farið var yfir þessar tölur sem að er ágreiningur að það vantar upp á í samningnum og fleira og einnig varðandi skilaboðin sem við erum að senda en sérstaklega út af þessu fjármagni að þá er alveg spurning hvort að við eigum að vera að skrifa undir fyrir að við fáum þetta að fullu greitt. Það er engin í okkar flokki þannig að hann sé múlbundinn eða eigi að vera með einhverja skoðun en við höfum flest okkar í sjálfstæðisflokknum, allavega þeir sem eru að vinna með okkur í undirbúningi bæjarstjórnarfunda og annað, verið algjörlega sammála málefnin og þegar við ræðum þetta svona. Og við höfum verið sammála því að þetta er viðkvæm umræða, við höfum komið seint inn í hana og frá 2016 höfum við í rauninni röflað mest á bak við tjöldin fyrir utan fundi við ykkur og fleira varðandi þessa samninga samræmda móttöku þar sem að við erum að skrifa undir samning þar sem að með óbragði munni vegna þess að það er ekkert samráð og þetta er orðinn hlutur. Þannig að við höfum verið að reyna að koma því á framfæri bara fyrir þá sem er að hlusta að þá er engin ruglingur í mínum huga, hvorki bókun okkar eða skilningi varðandi hvað við erum að tala þegar við erum að tala aðila í samræmdri móttöku. Þetta eru aðilar komnir með kennitölu, þeir eru með aðra stöðu heldur en umsækjendur alþjóðlega vernd, en það sem við erum að segja í okkar hógværu bókun, og ef þið lesið hann yfir, þá er þetta hógvær bókun, að meðan að við erum að taka á móti þetta mörgum hælisleitendum, að þá höfum við bara ekki bolmagn. En þá erum við bara að segja, tökum á móti 250
aðilum í samræmdri móttöku og hættið þá að senda fleiri hælisleitendur til okkar. Leyfið okkur þá að sinna því vel, af því að þetta er alveg rétt, þetta er ekki gríðarlegur fjöldi, en þegar það er komið allt annað í fangið fyrir utan íbúar sem eru að flytja hingað vegna þess að það er vinnu að fá og eru frábær eins og flestir bara viðbót í samfélagið, að þá þurfum við náttúrulega að passa på inngildingu allra þessa aðila. Það er engin sér meðferð fyrir einhver aðila í samræmdri móttöku, eitthvað frekar heldur bæjarbúa sem koma hérna bara til að vinna. Það er að hugsa vel um alla. Og það er ekkert gert bara með vinstri, sko. Og ég held að það verða margir í skólum, leikskólum, heilbrigðisstofnunum og fleira hissa á að við ráðum nú bara vel við þetta. Allt. Þetta er bara fínt. Ég er bara mjög hissa. Varðandi samræmda móttöku þá er mjög áhugavert að sjá að heildarfjöldi í samræmdri móttöku við landið 31. desember 2023 eru 3.449. Eins og þið tala varum áðan hefur fjölgað mjög á sveitarfélögunum og flest öll fyrir utan 3-4 eru að taka móti mjög fáum. Ég hef nú gert svolítið grína af okkar fólki, sjálfstæðarfólkinni í Kópavogi, að þeir eru með í samræmdri móttöku í samningum sínum 101, því að þeir geta sagt að þeir eru með á annað 100. Þannig að það er kannski ástæðan fyrir þessum einum hann 101. En þeir eru sem sagt með samningum 101, Mosesbær 80, ég er bara að taka hérna stór sveitafélög, Garðabær 180 og við vorum með 350, Hafnarfjörður 450 og Reykjavík 1500. Það eru og Akureyri fyrir gefið 350. Og þessi sveitafélög sem hafa borið hitan og þungan líka af hælisleitendum, langtum lærri prósentu heldur nokkuð tíma Reykjanesbær, það eru Reykjavík, Hafnarfjörður og við síðan erum þriðja sveitafélag sem höfum tökum lang flesta hælisleitendur og þess vegna hefur þessi umræða mikla verið hér þar sem að við verðum að fá meiri skilning af því að það er mjög þægilegt að setja á hér af því að þeir segja að þessi húsnæði sem reyndar er miklu minna af núna en það verður vegna Grindvíkingana en það er mikið í byggingu og svo er það líka langtíma samningar vegna húsaleigu hjá Vinnumálastofnun. Aðeins varðandi fækkun, mér er alltaf merkilegt að hlusta á ykkur að því leyti til að það er samningur samræmda móttöku, síðasti samningur på 350 og það eru nokkri bæjarfulltrúar búin að koma einn upp og lýsa því yfir hvað er dásanlegt að fækka niður í 250. Akkur í ósköpunum ef það er svona dásanlegt að taka móti 250 nú, að vera með 250 í samningnum, akkur settum við í síðasta samning að við vildum fækka aðilum í samræmdri móttöku niður í 150. Akkur vorum við að setja það? Ef við erum bara tilbúin í þetta. 250 er frábært. Ég bara skil það ekki. Varðandi okkar bókun, þá erum við með 3 atriði og ég ætla reyndar ekki að svara, ég fann alveg að bæjarfulltrúi Sigurrós var reið og veit að hún veit betur en að þetta sé einhver rassískur málflutningur hérna. Og ef að þið lesið við bókunina þá tel ég hann að vera hófara. Og við erum með sem sagt 3 ástæður. Þetta er ekki full fjármagnað, hækkið þetta þá. Þannig að það er þá full fjármagnað það sem orðið er. Við erum líka að tala um að þeir stóðu ekki við síðasta samning. Hvernig geta þeir bara reynilega að lofa okkur því að þeir standi við samninga. Og síðan að það er ennþá að koma nýjir hælisleitendur hingað. Er þetta ekki bara komið gott? Verða ekki að finna húsnæði annar staðar fyrir hælisleitendur? Þetta er bara komið gott. Þannig að hvergi tölum við að við viljum ekki útlendinga í bæjarfélagið. Það væri bara fáránlegt. Hvernig væri atvinnustarfsemin ef þessi 33% íbúa væri ekki hérna? Við þurfum á því að halda Íslendingar. Við bara teljum fjölþjóðlegt samfélag fínt. Hver er að segja annað? En við viljum að inngildingin verði almennileg. Þú gerir það ekkert með allt þetta í fanginu. Þannig að eflaust hefði verið betra að senda ykkur bókunina bara þegar við lögðum hana fram þannig að þið sjáuð að þetta er málefnaleg bókun en skilaboðin eru skýr. Það eru aðalega hælisleitendamálin sem við erum að mótmæla með þessu. Viljum að sami aðili
sem að semja samræmda móttöku og hælisleitendur, þó þetta sé ekki sömu samningar, að þeir standi nú kannski við einhverja samninga. Það væri bara nokkuð gott. Kæru bæjarfulltrúar, þessi umræða er búin að vera í gangi hérna ábyggilega í klukkutíma. Forseti vill koma hérna fram til að gera þetta alveg kýrskýrt hérna inn í þennan hóp. Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er ekki hoppandi himinlifandi með fjölda flóttafólks hér í okkar sveitarfélagi. Og ef þið hafa verið að fylgjast með undanfarin ár, þá höfum við flaggað því ítrekað. Í velferðarráði, í bæjarstjórn, í bæjarráði, í fjölmiðlum og opinberu vettvangi til ráðherra, þetta vitið öll. Þannig að koma hérna fram og benda á meirihlutann eins og við séum hérna bara, þetta er geggjað, þetta er frábært. Bara vinsalegast, kynni ykkur umræðina, ár aftur í tíman. Við höfum bent á okkar innviði í okkar samfélagi og flaggað þar sérstaklega álag á lögreglu, heilsugæslu, heilbrigðisstofnun, félagsráðgjafa, alla. Í ljósi aðstæðna sem eru hjá okkur hér í dag, eins og bæjarfulltrúi Sigurrós, formaður velferðarráðs, kom hérna inn á, eru tæplega 250 manns hér hjá okkur í dag. Þannig að það að taka ekki inn á samning við ríkið sem að borgar fyrir þjónustu fyrir þetta fólk væri bara heimskulegt. Þetta fólk er hjá okkur, þetta er ekki á leiðinni, þetta er hjá okkur. Þetta er fólk sem býr hérna og þarf okkar aðstoð og það er staðan eins og hún er í dag. Að halda ykkur öðru fram er bara bull. Aðstæður í heiminum eru víðast hvar bara mjög slæmar. Það er fjöldaflótti á hverjum einasta degi víðsvegar í Evrópu. Fólk er drukknandi á leiðinni frá Afríku. Það er stríð í Úkraínu, það er ógeðslegt stríð í Palestínu og það er stríð að byrja við Íran. Og við viljum ekki fleiri, þessi umræða er komin algjörlega út fyrir allt. Forseti vill koma inn á lið 2 og ræða þann lið sérstaklega þessi hugmynd hjúkrunarheimili Hlévang. Þarna er velferðarsvið Reykjanesbæjar að framgangi starfsmanna sem er að vinna í þessum málum alla daga að óska eftir því að nýta þetta hús í starfsemi fyrir skammtímavistun og frístundaþjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni þegar hjúkrunarheimili flyst yfir á Nesvelli, þessi 30 íbúðar. Þetta er mjög áhugaverð tillaga sem kemur þarna fram og eflaust svo fyrsta af mörgum sem við munum fá nýtingu á þessu húsi. Þarna kemur fram frekar alvarlegi hluti, leyfi ég mér að segja, að biðlisti eftir skammtíma úrræði sem rekinn er í Suðurnesjabæ sé mjög langur en 29 börn nýttu sér úrræði í fyrra. Það sem er ennþá alvarlegri í þessu máli er að biðin eftir rými er að lengjast en á sama tíma var 7% fækkun á veittri þjónustu í fyrra. Varastuðningsúrræði sem hefur verið hægt að grípa til er að viðkomandi skjólstæðingar fá stuðningsfjölskyldu en biðin þar er einnig að lengjast og við erum með 25 börn á bið. Þannig ég leyfi mér að segja að það er alveg ljóst að það er neyð í gangi í þessu málaflokki sem við þurfum að taka alvarlega og hvað svo sem verður Hlévang eða þetta hús eða eitthvað annað að þá er þetta bara málefni sem við þurfum að rýna vel í og vil ég bara fagna þessari góðu vinnu þetta mál. Nú í lið 3 vinnslu barnaverndarmála í Grindavík hér vill forseti taka undir þeim sem hafa rætt hér áður mikilvægi þess að ríkið komi að málinu með fjárstuðning með auknum mannskap því það liggur alveg ljóst fyrir að nokkur mál er að ræða sem kemur til okkar og ekki viljum við taka á móti nýjum íbúðum í viðkvæmum stöðu með því að setja þessi börn og ungmenni á biðlista. Það er líka og forseti vonar að slík veri reyndin að starfsfólk fylgi með, það er að segja að það starfsfólk sem hefur aðsetur í Reykjanesbæ sem starfa áður í barnaverndarnefnd Grindavíkur komi þá til starfa til okkar. En það er alveg ljóst að hér að ræða umfangsmikil verkefni sem það er að bregðast við fljótt og að festu
og vænti forseti þess að fjármagn fylgi frá ríkinu vegna þessa viðkvæma málaflokks. Nú að lokum vill forseti koma upp undir lið 5 velferðarmiðstöð Suðurnesja, eins og bæjarfulltrúi Sigurrós kom inn á áðan, að þá þetta verkefni Suðurhlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis í undirbúningi hér hjá okkur á Suðurnesjum og þetta er gríðarlega flott verkefni og algjörlega til fyrirmyndar að opna slíka miðstöð hér á Suðurnesjum. Og við sem höfum starfað í þessum geira í kringum hann vitum það, þannig að ég fagna þessu mjög. Nú orðið er laust fundargerð velferðarráðs. Guðbergur Reynisson gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég var búinn að hugsa langa ræðu en bæjarfulltrúi Margrét Sanders fór upp og sagði nánast allt það sem ég ætlaði að segja. En margir hérna hafa verið að segja að þeir skilji bara ekki upp niður í þessari bókun hjá okkur og ég var að hugsa hvort að þyrfti að lesa hann upp aftur en Margrét var nú ekki sammála með því, bæjarfulltrúinn. Það sem að þið eru að misskilja í þessari bókun okkar er það að við viljum að það sé staðið í hælana í þessu máli. Klárlega er ekki verið að borga rétt og borga nóg með þessu. Þetta er að hafa áhrif á bæjarfélagið. Við viljum fara að streitast aðeins á móti og auðvitað er búið að reyna að streitast á móti í mörg ár, við vitum allt um það. En það hefur ekki borið árangur. Þannig að einhvers staðar þarf að fara að grafa niður hælana og stíga betur á móti þessu. Þess vegna komum við með þessa bókun. Ég varðandi það sem bæjarfulltrúi Sigurrós segir með rasísk ummæli. Ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Margréti að hún hlýtur að vita betur og ég veit ekki, má ég óska þess að hún kannski dragi þetta tilbaka á þessum fundi áður en hún líkur. En endilega lesiði yfir bókunina ef það er hægt að senda hana kannski á milli. Þannig ef þið skiljið hann ekki þá er þarna verið að tala um að við viljum að við stígum fastar niður. Við erum að fylgjast með fréttum, við sjáum að það er stríð í heiminum, en við þurfum líka að hugsa okkur, Íslendinga og Reykjanesbæ og við bara stöndum við þessa bókun. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjör svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það tekur á að vera í forsvari og skiljanlegt að meirihlutinn finni fyrir því gefur á bátinn í erfiðum málum. Það breytir því þó ekki að til forystu stilti meirihlutinn sér upp og er því alls ekki yfir gagnrýni hafinn. Forseti talar að hér sé búið að ræða málefni umsækjendum alþjóðlega vernd í klukkustund og gefur til kynna að umræðan sé ekki að skapi. Vísar forseti þar til ástandsins í heiminum og hversu léttvægur okkar áskoranir eru í þeim samanburði. Þar er ég svo hjartanlega sammála. Við gætum eflaust farið syngjandi glöð inn í öll verkefni með þetta í huga. Það breytir því þó ekki að til þessarar ábyrgðar við buðum okkur fram í þágu bæjarbúa sveitarfélagsins Reykjanesbæjar. Og við þá ábyrgð skulum við standa. Það er annar vettvangur fyrir stærri mál. Takk. Já, kæra þakki fyrir þessa brýningu, Helga Jóhanna, en hér er ég að horfa á 27. grein bæjarmálasamþykktarinnar okkar sem segir, orður rétt, telji forsetir umræðu dragast úr hófi fram, getur hann ákveðið að ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðan verði lokið á tilteknum tíma eða umræðan mál verði lokið þá þegar. Bjarni Páll Tryggvason.
Forseti, ég er nú hérna með nokkra blaðsíður sem ég er búinn að skrifa hérna á fundinum, sem ég ætla að fara yfir. Nei, ég segi nú svona. Mér langar bara rétt aðeins að koma inn á hérna svona umræði sem hefur aðeins verið í gangi hérna, af hverju kannski viðhorf til samninga og hvernig þeir eru settið fram, þróast, breytast, þroskast og annað þvíumlíkt. Ég tek algjörlega út úr umræðinni í dag að við séum öll algjörlega á sama máli með það að hérna stóra áskorun í okkar samfélagi snýr að hérna umsækjendum alþjóðlega vernd sem eru vistaðir utan samninga í sveitarfélaginu. Þegar við vorum að ræða þessi mál hérna síðast fyrir ári síðan, að þá var í mínum huga allavega fyrir mig margt sem að hérna, hvernig orðar maður þetta, svona gruggaði myndina í mínum huga. Og hún gruggaði myndina að því leytinu til að maður upplýði ástandi hérna í sveitarfélaginu þegar það var búið að setja hér inn fleiri 100 manns á flótta inn í sveitarfélagið og við vorum á sama tíma að endurnýja samninga á þeim hérna, tímapunkti að það var mjög auðvelt að grauta öllu saman í eitt graut. Og þegar við reynum að nálgast þessa umræðu og þessi spurning hvað er nóg og hvað er eðlilegur fjöldi og annað sem engin stjórnmálamaður á Íslandi hefur eiginlega viljað svara. Hvað er hægt að taka við mörgum? Það er ekki hægt að svara því. Það er bara ómögulegt. Og þegar ég hugsa allavega þetta og velti þessu fyrir mér að hérna og horfi á þessa tölu 1%, mér finnst hún ekkert hérna, hún er ekkert rugl sko. Og eins og hefur komið fram hérna að það er svona cirka bát það sem þarf til þess að þjónusta alla þess aðilega ef að öll sveitafélög í landinu eru samhent í þessu. Og að gefa eitthvað á bátinn í erfiðum umræðum með annað, mér finnst þetta bara ekkert erfið umræða og hérna kvenka mig bara ekkert út af henni og ég fagna bara umræðinni sem hefur verið einn dag. Hún hefur að mörgu leyti verið bara góð. Ég er ekki hérna að missa svefni við bókun Sjálfstæðisflokksins hvernig hún er og það að það komi fram eftir hérna að eitthvað er samþykkt í nefndum og svo kemur eitthvað annað fram hérna á bæjarstjórnarfundum og málum bæjarfulltrúa, það gerist alveg sko. Þannig að hérna við skulum bara passa okkur á því að vera að horfa á aðalatriðin og ekki festast í aukaatriðum kannski í málum sem að hérna umræðan er og mér þykir bara heilt yfir hafa verið góð hérna hjá okkur í dag og hérna fagna því við skulum halda áfram þessa braut og verum þá vel nestuð inn í umræðana næsta samning sem kemur til okkar von bráðar. Takk fyrir. Kærar þakki fyrir þetta, Bjarni Páll. Nú, í samræmi við orða bæjarfulltrúa Guðbergs hér áðan varðandi orð rasisma og rasíska umræðu, að þá fór forseti yfir bæjarmálasamþykkt þar sem stendur 26. grein beri bæjarfulltrúa aðra menn brigslum skal forseti víta hann. Þannig verið að vitna í umræðu, ekki bæjarfulltrúa, svo það sé sagt. Þannig að þessu hefur verið komið á framfæri en ekki tilefni til ávítunar á þessu fundi. Nú, fundargerðin er ennþá opin til umræðu en hér fer forseti að fara að loka henni vegna þess að fundurinn er ennþá langur sem að við eigum eftir. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs, þeir sem samþykki, nei, fyrirgefiði. Hér var í lið 4 lagt til að samþykkt verið nýr samningur samræmda móttöku flóttafólks og við erum náttúrulega að greiða öðruvísi atkvæði í þessu lið þannig að þeir sem eru með vinsamlegast þeir sem kjósa með samningnum og það eru 7 atkvæði, þeir sem sitja hjá, þeir sem eru á móti og það eru 4 atkvæði. Auk þess kom hér fram tillaga frá bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur sem að vísa umræðu sameiningu teymana 2, þar að segja alþjóðateymisins og ráðgjafa virkniteymisins til bæjarráðs til frekari umræðu, þannig að við þurfum að kjósa þá tillögu, þeir sem styðja þá tillögu vinsamlega skefmerki. Það eru 4 atkvæði, þeir sem eru hennar móti og það eru 7 atkvæði á móti, þannig að sú tillaga er felld. Nú, þeir sem samþykkt geta fundargerðina að öðru leyti vinsamlega skefið þessum merki. Samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú, þá fyrir við í fundarlið 6, fundargerð menntaráðs frá 12. apríl síðastliðnum en áður en að orðið ekki við lausn fundargerðina vill forseti leggja hér fram tillögu í máli 3
fyrir athygli bæjarfulltrúa, endurbætur á skólalóðum grunnskóla. Þarna er farið við vinnu starfshóps endurbætur á skólalóðum en eins og bæjarfulltrúa vita er gert ráð fyrir 60 milljónum alls í verkefni núna í ár. Nú þarna í fylgigögnum í glærusýningu kemur fram að ákveður hefur verið að fara af stað í ár með verkefni í Akurskóla og í Njarðvíkurskóla. Nú forseti hefur fengið ábendingar að skólalóðan við Háaleitisskóla sé illa farin og forseti vil því leggja hér fram þá tillögu að vísa viðkomandi lið til bæjarráðs til frekari rýningar og upplýsingaröflunar. Þannig að orðið er laust þessa tillögu og fundargerðina í heild sinni. Sverrir Bergmann Magnússon. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég kem hér upp undir fundargerð menntaráðs frá 12. apríl síðastliðnum þess að renna lauslega við nokkuð mál. Í fyrsta málið það var það Ungt fólk 2023 en þekkingarstjóri Planet Youth mætti á fundinn og fór yfir niðurstöður fyrir Reykjanesbæ úr rannsókninni Ungt fólk 2023. En þær eru byggðar á könnun rannsókna og greininga sem lögð var fyrir nemendur í 5. til 10. bekk í grunnskólum 12 sveitarfélaga í október og nóvember á síðasta ári. Víðamikil könnun hér á ferð, þar sem spurt út í líðan nemenda í skólanum, heima fyrir og svo almennt. Athuga var með iðkun í tómstundum og íþróttum, notkun samfélagsmiðla, neysla orkudrykkja, áfengis, tóbaks og annarra vímugjafa. Hver og einn grunnskóli í Reykjanesbæ fekk niðurstöður fyrir sinn skóla, sem og niðurstöður fyrir Reykjanesbæ í heild sinni voru kynntar. Ljóst er að góður árangur hefur náðst í hinum ýmsu forvörnum en betur má ef duga skal og hveiti því alla grunnskóla Reykjanesbæjar til þess að nýta sér þessar niðurstöður sér til gagns og heilla. Mál 2, það er skóladagatöl grunnskóla 2024-2025 en grunnskólafulltrúi lagði fram skóladagatöl allra grunnskóla Reykjanesbæjar fyrir þessi skólaár. Menntaráð staðfesti skóladagatölin en þau verða svo í framhaldi birt á heimasíðum skólana. Svo er mál 4. Úthlutanir nýsköpunar og þróunarsjóðs Menntasviðs en skrifstofa Menntasviðs auglýsti eftir umsóknum vegna úthlutunar úr nýsköpunar og þróunarsjóði sviðsins í febrúar síðastliðnum. Markmið með sjóðnum er að stuðla að nýsköpun, framþróun og öflugu innra starfi leik- og grunnskóla í Reykjanesbæ. Alls bárust umsóknir styrki til 17 verkefna upp á rúmar 17 milljónir króna en úthlutin nær til 11 verkefna og nam heildarfjárhæð styrkloforða 10.660.000 krónum. Það var 7. mál staða innritunar í leikskólum en innritun gengur vel og öll börn með lögheimili í Reykjanesbæ fædd 2022 eru komin með leikskólapláss. Næsta haust þar að segja. Mál 8, bættar starfsaðstæður í leikskólum, starfshópur. En starfshópur bættar starfsaðstæður í leikskólum hefur nú fundað 3 sinnum og ég er bara með ykkur til upplýsingar. Á fundinum hafa meðal annars formaður félagsstjórnenda leikskóla og formaður félags leikskólakenna mætt og farið við stöðu stjórnenda og starfsfólks í leikskólum landsins til viðmiðunar. Þá hafa einnig sviðsstjóri Menntasviðs Reykjanesbæjar, mannauðsstjóri Reykjanesbæjar sem og leikskóla fulltrúi Reykjanesbæjar mætt á fundin ásamt fleiri hagaðilum. Vinnan gengur vel og næst á dagskrá starfshópsins er að koma fram með tillögur sem verða svo lagðar fram til hagaðila á allra næstu vikum. Þakka gott ljóð. Kæra þakki fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð menntaráðs. Nú, það hefur engin hvatt sér hljóðust þess að samþykkt geta fundargerð menntaráðs frá 12. apríl vinsamlega skefin merki. Tillaga mín, afsakið. Það búið svo langur dagur og pínu loftlustinninni. Afsakið þetta kæru bæjarfulltrúar. Hér lagði forseti fram tillögu að vísa lið 3 endurbætur skólalóð til bæjarráðs til frekari rýningar og upplýsingasöfnunar þeir sem samþykkt geta þá tillögu vinsamlega skefin merki. Og hún er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Kæra þakkir fyrir það og þeir sem samþykkt geta fundargerðina. Kæra þakkir, það eru 11 samþykki þar. Nú þá erum við komin að fundalið 7, flutningu bókasafns Reykjanesbæjar, svar við fyrirspurn en bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir, oddviti flokks umbótar, lagði hér fram á síðasta bæjarstjórnarfundi þann 2. apríl síðastliðinn fram spurningar sem bæjarfulltrúan beindi til bæjarstjórans okkar, Kjartan Más Kjartansson, sem hann mun svara hér. Gjörðu svo vel bæjarstjóri. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Á síðasta fundi bæjarstjórnar þann 2. apríl síðastliðinn
lagði Margrét Þórarinsdóttir, bæjarfulltrúi Umbótar, fram bókun skoðun sína á því að ég hafi lýst mig vanhafandi frekar aðkomu að fyrirhuguðum flutningi bókasafnsins í Hljómahöll. Í bókuninni beindi hún meðal annars til mín eftirfarandi spurningu. Hvernig rökstyður bæjarstjóri ákvörðun sína að hann sé vanhæfur með tilliti til stjórnsýslulaga og sveitarstjórnarlaga? Og svar mitt hljóðar svo. Í almennri hæfisreglu sveitarstjórnarréttar samkvæmt 2. málsgrein 20. greinar sveitarstjórnarlaga felst að starfsmanni sveitarfélags ber að víkja sæti við meðferð máls þegar það varðar hann eða nána meðslamenn hans svo sérstaklega að almennt megi ætla að vilja að afstaða hans mótist að einhverju leyti þar af. Almennt þegar starfsmaður eða nefndamaður telur huglæga vilja afstöðu sína til máls vera með þeim hætti að draga megi hæfi viðkomandi með réttu í efa, verður almennt að leggja til grundvallar að slík huglæga afstaða sæti ekki endurskoðun annarra. Þegar slíka matskenndar hæfisreglur að ræða, verður jafnframt að hafa í huga að tilgangur þeirra að tryggja að ákvarðanir og ráðstafanir stjórnvalda séu þannig að fyrirbyggja að starfsmaður fjalli mál þar sem með réttu megi efast óhlutdrægni viðkomandi. Í ljósi langra og ríkra tengsla undirritaðs og fjölskyldu hans við starfsemi Tónlistarskólans, baráttu fyrir aðstöðu skólans og lokum aðkomu að stofnun Rokkssafns Íslands og stjórnarformennsku þegar safninu var komið á koppinn, var það mat undirritaðs að þau tengsl væru með þeim hætti að almennt mætti ætla að vilja afstaða mótaðist af því. Með vísan til þess, vandaðra stjórnsýsluhátta og síðustu þannig að engin vafi væri til staðar ákvarðanir og ráðstafanir Reykjanesbæjar í kjölfarið vegna þessa mikilvæga máls, taldi undirritaður að rétt væri að víkja sæti í málinu með vísan til þeirra sjónarmiða sem liggja að baki matskenndri hæfisreglu 2. málsgreinar 20. greinar sveitarstjórnarlaga. Og undir þetta ritar sá sem hér stendur Kjartan Már Kjartansson. Já, takk fyrir þetta. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég vil bara byrja á því að þakka bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni kærlega fyrir sín svör og þau eru móttekin og þakka þið kærlega fyrir. Já, orðið laust þennan fundalið. Það hefur enginn hvatt sér hljós. Hér ekkert til samþykktar. Hér aðeins verið að leggja fram svör bæjarstjóra við erindi. Þegar þið hefur verið send ritara, sko. Já, og hafa verið bókuð til ritara. Nú þá förum við í fundalið 8, breyting á skipan fulltrúa í atvinnu- og hafnaráði og forseti hefur aðeins skoðað þetta mál en í erindinu sem sent var til forseta var talað að breyting á fulltrúanum tæki gildi frá og með 1. maí næstkomandi. Málið þó þannig að viðkomandi nefndamaður sem að hætta störfum, hann Úlfar Guðmundsson, gerði ráð fyrir að geta tekið þátt í sínum lokafundi í atvinnu- og hafnaráði á fundi ráðsins í apríl sem eftir 2 daga eða þann 18. apríl. Ef að þessi breyting hér í dag verður samþykkt annar aðalmaður kominn í hans stað og getur hann þá ekki tekið þátt í umræddum fundi sem jafnframt vorfundur ráðsins. Nú í samráði við Margréti Þórarinsdóttir, oddvita flokks Umbótar, leggur forseti til að í þessu máli að bæjarstjórn samþykkja fresta umræddum lið sem verður þá tekin inn á 1. fund bæjarstjórnar í maí til samþykktar. Þá nær viðkomandi fulltrúi sínum síðasta fundi og við staðfestum þetta í maí fyrir næsta fund. En orðið laust tillögu forseta og málefni í heild sinni við ykkur vill kveða sér hljós. Svo ekki þeir sem samþykkt geta að fresta lið 8. til 7. maí næstkomandi vinsamlega skifið merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og kærar þakkir fyrir þetta bæjarfulltrúar. Nú hér erum við komin að fundalið 9 samþykktum bílastæðasjóð Reykjanesbæjar til fyrri umræðu og forseti mun aðeins fylgja málinu hér úr hlaði en málefni bílastæðasjóðs innan Reykjanesbæjar hefur verið til umræðu nokkurt skeið og fæst í aukana eðlilega þar sem að bæjarinn við hlið alþjóðaflugvallar og auk þess sístækkandi ár frá ári.
Nú hafa drög að bílastæðasjóði og stofnun þess verið send til allra nefnda og ráða hjá Reykjanesbæ og kemur því formlega hér til bæjarstjórnar til fyrri umræðu. Nú líkt og kemur fram þar bílastæðasjóður Reykjanesbæjar í eigu sveitafélagsins og bæjarráð í umboði bæjarstjórnar fer með stjórn sjóðsins. Bæjarstjórn sér að setja gjaldskrá fyrir sjóðinn sem kveður á gjaldskyldu fyrir alla flokka og tegundir gjaldskyldra bifreiða stæða ásamt gjaldskyldu tíma. Bæjarstjórn gerir tillögu að gjaldskrá auka stöðugjalds og stöðubrota og sendi til staðfestingar ráðherra. Umhverfis- og framkvæmdasvið fer svo með daglegan rekstur og mannafórað fyrir hönd sjóðsins og fjármála- og stjórnsýslusvið sér innheimtu gjalda og afgreiðir andmæla við auka stöðu og stöðubrótar gjöld. Nú verkefni bílastæðasjóðsins að eiga og reka stöðumæla við götu bæjarins og reka sérstök bílastæði eftir því sem tilefni til. Jafnframt bæjarfélaginu heimilt að fela sjóðnum byggingu og rekstur á bílastæðahúsum og annarra bíla skýla fyrir almenning. Þá bæjarstjórn enn fremur heimilt að fela sjóðnum að innheimta tekjur og gjöldum á afmörkuðum svæðum utan þéttbýlis, svo sem á ferðamannastöðum. Slík svæði skulu sérstaklega tilgreind og skal innheimta kynnt með áberandi hætti, svo sem með skiltum. Tekjur á slíkum gjöldum renna í sérstakan sjóð sem aðgreindur frá öðrum sjóðum, enda skulu innheimta tekjur sérstaklega ætlað til uppbyggingar á aðstöðu og þjónustu á viðkomandi svæðum. Til sjóðsins skulu renna tekjur á gjaldskyldum bifreiðastæðum, leigu stöðureita, auka stöðubrotsgjöld og annarra gjalda vegna stöðvunarbrota samanber 18. grein samþykktarinnar. Til sjóðsins renna ennfremur tekjur af leigu bifreiðastæða í sérstökum bílastæðahúsum sem leigðir út til lengri eða skemmri tíma. Þá fær sjóðurinn tekjur af greiddum bifreiðastæðagjöldum þegar húsbyggjendur greiða bifreiðastæðagjöld samkvæmt sérstakri samþykkt þar Ennfremur getur verið að ræða framlög úr bæjarsjóði eða lántökur með ábyrgð bæjarsjóðs eða tryggðu veði í mannvirkjum sem bókfær eru hjá sjóðnum. Orðið laust bílastæðasjóð Reykjanesbæjar. Það hefur engin, Margrét Sanders Gjörsvel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Ég ekki að gera neinar efnislegar athugasemdir við þessi drög og samþykki þau, en mér finnst mjög mikilvægt að segja það hér að ég lít svo á að ekki sé samþykktir eða stofnun á einhverju til þess að auka tekjur bæjarins. Það allt annað sem liggur að baki og mjög mikilvægt að það þróist ekki í að vera enn eitt skatturinn. Og við núna, þessi sem hafa rætt þetta í bæjarráði, svo sem, að við sammála markmiðin með þessum drögum og við munum fara af stað strax varðandi ákveðna ferðamannastæði. En ég ætla rétt að vona að eins og við höfum fengið upplýsingar að mikið samráð hefur verið haft við hagaðila, þá aðila sem þetta snýr að, og það hefur komið frá eins og til dæmis menningar- og þjónusturáði að þá hafði ráðið áhyggjur af til dæmis rukkun á bílastæði þegar viðburðir að ræða, en við erum ekki komið þangað. Þá algjörlega eftir að vinna útfærslu og eins sé ég ekki fyrir mér að það veri ráðin fjöldin allra bílastæða, veit ekki eins og hvað kalla stöðumálaverðir hétur allavega, sem gangandi hérna í bæinn og setja til rukkanir á rúður. Þannig að ég vona að við notum tæknina þegar það kemur og þetta sé með því markmiði að við náum utan bílastæðamál hér í sveitarfélaginu, frekar en eitthvað annað. Takk. Já, kærar þakkir fyrir þetta. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að vera stuttorð með þetta. Mér finnst þetta að vera löngu tímabært. Við erum 23.000 manns pluss. Á Akureyri einmitt þarna verið að bílastæðasjóður þar. Þannig að mér finnst þetta bara mjög þarft, flott. Takk. Já, kærar þakkir fyrir þetta.
Þið vinkið mér ef ég sé ykkur ekki, ég í svo miklu sviðsljósi hérna, ég að reyna að fylgjast með ykkur. Nei, það virðist ekki vera. Nú þau sem samþykkt geta að vísa fundaliðnum bílastæðisjóð Reykjanesbæjar til síðari umræðu þann 7. maí næstkomandi vinsamlega skefið merki og það samþykkt á öllum greiddum atkvæða. Nú, þá erum við komin að 10. lið, fráveitu samþykkt Reykjanesbæjar, fyrri umræða, en samþykkt þessi gildir fráveitu í Reykjanesbæ, en jafnframt gilda ákvæði reglugerðar fráveitur og skólp, samkvæmt, nú sé ég ekki alveg lögin hérna. Já. Umhverfis- og framkvæmdastjóri Reykjanesbæjar í umboði bæjarstjórnar fer með stjórn fráveitumála í Reykjanesbæ. Undir það fellur fráveita Reykjanesbæjar starfræki fráveitu í Reykjanesbæ og hún er rekin sem B-hluta fyrirtæki með sjálfstæðan fjárhag og í eigu bæjarins. Rekstur fráveitu í Reykjanesbæ og framkvæmdir eru kostar af eigin tekjum af fráveitu og rotþróar gjöldum eða lántökum eftir því sem bæjarstjórn ákveður í fjárhagsáætlun á hverjum tíma. Nú, umhverfis- og framkvæmdastjóri Reykjanesbæjar annast rekstur fráveitulagna sem taka við ofan á vatni af götum, skólpi frá íbúðabyggð, smá iðnaði og lóðum þar sem við á. Nú, fráveita Reykjanesbæjar á allar fráveitulagnir frá móttöku af fráveitulögnum húseigna, þar með talið holræsalagnir, skólplagnir, stofnlagnir og útrásir. Fráveita Reykjanesbæjar á ennfremur alla brunna, dælubrunna, hverfisrot, þrær dælustöðvar, þrýstilagnir, hreinsistöðvar og búnað þeim tengdum, þá vitið þið það. Nú, fráveita Reykjanesbæjar veitir fráveitu vatni sem getur verið hússkólp, iðnaðarskólp, skólp frá gripahúsum, ofanvatn, kælivatn, ræsivatn, frárennsluvatn, hitaveitu og fleira frá fráveitulögnum frá byggð til viðtaka. Þar sem er einföld fráveita er öllu fráveitu vatni veitt í eina fráveitulögn. Þar sem hún er tvöföld er fráveitu vatni veitt burtu í 2 fráveitulögnum. Menguðu fráveitu vatni eins og hússkólpi, iðnaðarskólpi og skólpi frá gripahúsum er veitt eftir einni lögn og öðru fráveitu vatni svo sem ofanvatni, kælivatni, ræsivatni, frárennslisvatni, hitaveitu og fleiri eftir annarri. Tvöföld fráveita skal vera frá öllum húseignum í nýjum hverfum og við endurnýjun gatna og fráveitu lagna í eldri hverfum og þar sem einföld fráveita er fyrir verður lögð tvöfald fráveita sem húseigendur skulu tengja húseignir sínar við. Ábyrgð lagna hönnuða fer samkvæmt byggingareglugerð. Nú orðið er laust æsispennandi fráveitu samþykkt Reykjanesbæjar. Helga Jóna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er æsispennandi og mikið áhuga mál. Nei, ég kem hérna upp í smáatriðunum. Hér erum við í fyrri umræðu þessa áætlun og mér sýnist að það megi alveg lesa hana einu sinni enn yfir. Það er eitthvað þarna í 15. grein og eins þarna í lokin, þá sýnist mér vanta einhvern pínlítinn frágang. Þannig að það er nú bara ábendingin. Að öðru leyti vel unnið. Takk. Já, kæra þakkir bæjarfulltrúa Helga Jóhanna fyrir góðar ábendingar og við vísum því í réttan farveg milli funda. Er einhver annar sem vil taka til máls undir fundarliðnum fráveitu? Svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta að vísa fráveitu samþykkt Reykjanesbæjar til síðari umræðu bæjarstjórn vinsamlega skefið merki. Og það er 10 atkvæði, 11 atkvæði í hús. Nú, kæri bæjarfulltrúar, þá erum við komin að öðru máli málanna í fundinum okkar hér í kvöld, ársreikningur Reykjanesbæjar 2023 fyrri umræðu og til að fylgja ársreikningum á hlaði er hér komið Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, það er komið að þessum árlega viðburði að ræða ársreikning síðasta árs eða leggja hann fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn og ég ætla ekki að fara neitt mjög ítarlega í hann því að við vitum þá reynslan hefur sýnt okkur að þess oftar en ekki þá taka ársreikningar einhverjum breytingum á milli umræðna í bæjarstjórn og
önnur umræða þennan reikning, hún mun fara fram á fyrri fundi bæjarstjórnar í maí, sem 7. maí. Bara svo það komi nú fram, ég gleymi því ekki. Þannig að í lok yfirferðar minnar þá mun ég óska eftir því við forseta að við vísum þessum ársreikningi til annarar umræðu og afgreiðslu á fundi bæjarstjórnar þann 7. maí næstkomandi. Þið hafi fengið núna 2 eintök í hendur og þau eru dagsett. Þannig að fyrra eintaki var lagt fyrir bæjarráð drög að ársreikningi á 5. Svo vorum við að vinna í þessu í dag og sáum svona nokkrar einmitt svona villur eins og Helga Jóhanna nefndi, bæjarfulltrúi Helga Jóhanna nefndi hér áðan, svona einsláttavillur og ártöl, af því að sumt af þessu er náttúrulega verið að færa á milli ára svona skapalónið og þá höfðu gleymst einhver ártöl, þannig að það búið að laga það allt til og ég ætla ekki að tíunda þær breytingar á þessu stigi máls, en við munum gera það síðan á milli fyrri og síðar umræðu ef það verða breytingar á reikningnum, tölum með einhverju slíku sem á ekki við í dag, þá munum við gera mjög vel grein fyrir því öll saman, þannig að það eigi ekkert að fara á milli mála hjá bæjarfulltrúum hvað er verið að ræða og hvað er verið að afgreiða. En þá ætla ég að lesa hérna fyrst skýrslu áreyndu bæjarstjórnar og bæjarstjóra. Hún hljóðar svo: Ársreikningur Reykjanesbæjar er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneyti sveitarstjórnarmála reikningsskil sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskilaðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2023 námu 36.441,3 milljónum króna eða 36,5 milljarði samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A og B hluta. Þetta er sem sagt 36,4 milljarðar í samstæður Reykjanesbæjar. Rekstrartekjur A hluta, sem er bæjarsjóður, námu 25.007,9 milljónum króna eða rétt rúmum 25 milljörðum. Laun og launatengd gjöld í samanteknum rekstrarreikningi námu 14.567,3 milljónum króna en stöðugildin voru 1228 í árslok og ársverk 242. Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 3.019,1 milljón króna eða 3 milljarða. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum ársreikningi A og B hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 8.002,2 milljónum króna eða rúmum 8 milljörðum, en að teknu tilliti til þeirra liða, auk tekjuskatts og hlutdeilda minnihluta var niðurstaða jákvæð 2.439,7 milljónir króna eða 2,4 milljarða rúma. Áætluð rekstrarniðurstaða í samanteknum ársreikningi samkvæmt upphaflegri fjárhagsáætlun er jákvæð 925,4 milljónir króna og nemur jákvætt frávik frá henni því 1.514,2 milljónum króna, sjá nánar í skýringu 27 og það er mikið upplýsingum í skýringunum líka. Heildareignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi námu 87.809,7 milljónum króna og heildareignir bæjarsjóðs námu 47.241,8 milljónum króna í árslok 2023. Heildarskuldir og skuldbindingar í samanteknum ársreikningi námu 52.324,5 milljónum króna og í ársreikningi bæjarsjóðs 30.334,7 milljónum króna í árslok 2023. Eigið fé í samanteknum ársreikningi nam 35.485,2 milljónum króna og eigið fé bæjarsjóðs nam 16.907,1 milljón króna í árslok 2023. Íbúafjöldi í lok árs 2023 var 23.329 og fjölgaði 5,76% frá fyrra ári.
en íbúar voru samkvæmt sem að finnist á í skýringu 26 á blaðsíðu 28. Þar kemur fram að íbúar í upphafi ársins voru 22.059 en 23.329 í lok árs. Fjölgaði því rúmlega 1200 manns. Bæjarstjórn vekur athygli á skýringu 25 þar sem fjallaður fjárhagsstöðu og rekstrarhæfi samstæðunnar. Ef við kíkjum hér aðeins á rekstrarreikninginn, þá ber fyrst þar að nefna að tekjur bæjarsjóðs, heildartekjur bæjarsjóðs á árinu 2023 eru 25 milljarðar eins og áðan kom fram í skýrslunni. Áætlunin gerir ráð fyrir 21,8 milljarði og munar þarna mest kannski breytingu á þjónustutekjum sem voru áætlaðar 2,3 eða 2.339 milljónir en eru 3.548 milljónir og þarna liggur nú svona stærsti parturinn af þessum auknum tekjum. En þetta meðal annars vegna þessarar samræmdu móttöku sem var rætt hér mikið á fundunum í dag og framlög vegna byggingan í hjúkrunarheimili sem eru farin að koma inn þó að það sé svona ekki stór hluti af þessu. En einnig gatnagerðargjöld í þegar byggðum hverfum. Þau gjöld eru tekjufærð en gatnagerðargjöld af nýjum svæðum eru eignfærð og svo fært á móti þegar framkvæmdir hefjast. En þarna að ræða fyrst og fremst mikið af gatnagerðargjöldum í þegar eða fullbyggðum hverfum þar sem allir gatnagerðir lokið og þá það tekjufært með þessum hætti. Þannig að tekjur eru 25 milljarðar. Rekstrargjöld eru 21,988 milljarðar og þar vil ég vekja athygli bæjarfulltrúa á því að laun og launatengd gjöld eru 11,765 milljarðar, 11.765 milljónir í bæjarsjóði, 14.567 milljónir í samstæðunni og þegar við síðan erum að bera okkur saman við önnur sveitarfélög að þá eru sum sveitarfélög sem taka næsta lið sem þarna hækkun lífeyrisskuldbindinga, taka það með í þessa samtölu. Ég birta bara eina tölu sem þá samsett af þessum tveimur liðum en það ekki þannig hjá okkur. Við erum með þetta sunduliða í reikningum. Þannig að heildarrekstrargjöld eru 29.988 milljónir eða 21,9 milljarðar, tæpir 22 milljarðar. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir eru því rétt rúmi 3 milljarðar. Afskriftir eru 745 milljónir. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru þá 2,273 milljarðar 819 og að teknu tilliti til fjármagnstekna og fjármagnsgjalda og söluhagnaðar að þá er rekstrarniðurstaða í bæjarsjóði 1452.982 eða 1.452.982 og þetta mjög mikill munur frá því sem var. Í fyrra var sama niðurstaðatala 476 milljónir, þannig að þetta mjög jákvæð þróun. Niðurstaðan í samanteknum reikningi rekstrarniðurstaða eru 2,4 milljarðar rúmir og var í fyrra 1,84 milljarðar. Þannig að það mun betri afkoma sveitarfélagsins núna en í fyrra. Hún var allt í lagi í fyrra en hún mun betri núna. Í efnahagsreikningi þá erum við að tala fasta fjármuni í bæjarsjóði upp á 37,4 milljarða. 37,4 milljarða, í samstæðinu 76,3 milljarða í fasta fjármuni. Ef við tökum svo skammtíma kröfur og kröfurnar allar hérna, og þá eru
Skammtímakröfur hjá okkur eru 2,865 milljarðar, eru sundurliðaðir þarna, og 5,3 í samstæðunni. Þannig að eignir hjá okkur eru 47,241 milljarðar og í samstæðunni 87,8 milljarðar króna. Og skuldamegin, eigið fé og skuldir, þar erum við með eigið fé og hlutdeild minnihluta sem er 0 í bæjarsjóði en 7,8 milljarðar í samstæðunni. Við erum með 16,907 milljarða í eigið fé. Í skuldir og nú er farið að spila á trompeta hérna fyrir aftan okkur. Þetta er flott. Og fiðlur líka, já. Ekki það vera. Skuldbindingar hjá okkur, skuldir og skuldbindingar nema alls 30 í bæjarsjóði 30,3 milljörðum króna og í samstæðan allri 52,3 milljörðum. Þannig að eigið fé og skuldir bæjarsjóðs eru 47,241 milljarðar og 87,809 milljarðar í samstæðinu og þá er það náttúrulega verið að taka með allt hjá HS Veitum og höfninni og þessum bílhlutafyrirtækjum sem að við tökum með inn í reikningan okkar. Og aðeins að lokum nokkur orðum sjóðstreymið. Það sem ég vil vekja sérstaka athygli ykkar á þarna liðurinn sem heitir hreint veltufé frá rekstri sem að sýni hvaða fjármunir eru til staðar til greiðslu afborgana og lána og til fjárfestinga eftir að reikningar vegna daglegs rekstrar hafa verið greiddir. Og í bæjarsjóði hreint veltufé frá rekstri eru 3.967 milljónir króna og í samstæðun 8.380 milljónir króna og þessi hlutföll eru í bæjarsjóði er þetta 15,87 og í samstæðun er þetta 23%. Þetta er talsvert háar tölur en við þurfum á þeim að halda til þess að geta rakið svo liðina niður úr öllu og tekið til dæmis þátt í öllu þeim fjárfestingu sem á okkur hvíla núna sem eru heilmiklar í bæði viðgerðum og skólum og leikskólum og nýjum hverfum og slíku. Og við sjáum til dæmis þetta í fjárfestingarhreyfingum að þá er fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum eru 4,9 milljarðar og þessi tala í bæjarsjóði og 7,7 í samanteknu og þessi tala í bæjarsjóði samastendur að helstu stóru verkefnin eru íþróttahúsið Stapaskóla, það er leikskólinn í Drekadal og síðan er það gatnagerðin í Dalshverfi 3 sem að þarna er búið að taka saman. Nú, virðulegur forseti, ég ætla svo sem ekki að fara hér yfir einstakar skýringar en hver bæjarfulltrúi til þess að lúslesa þetta og senda okkur fyrirspurnir ef að eitthvað er óljóst en reikningurinn verður síðan til meðferðar og umræðu í bæjaráði á öllum fundum bæjaráðs núna fram til 7. maí og þar með talið á næsta fundi bæjaráðs sem er á 50. En að öðru leyti þá legg ég til ágæti forseti að önnur umræða ársreikning Reykjanesbæjar fyrir árið 2023 fari fram á fundi bæjarstjórnar þann 7. maí næstkomandi. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þessa fínu yfirferð á ársreikningum, kæra bæjarstjóri. Nú orðið er laust ársreikning 2023 fyrir umræðu. Við munum eins og bæjarstjórinn kom inn á ræða þetta mjög vel í bæjaráði og við höfum nægan tíma til 7. maí sem er eftir 3 vikur. Því að síðasti dagurinn í apríl lendir akkurat á þriðjudegi þannig að við höfum alveg rúman tíma til að rýna þetta gagn. Nú það hefur enginn kveðið sér hljóðs undir ársreikningi Reykjanesbæjar fyrir umræða 2023 þannig að ég bið þá sem að samþykkt geta að vísa ársreikningnum í síðari umræðu þann 7. maí vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum.
Nú er formleg dagskrá bæjarstjórnar tæmd og fundargerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt og því lýsi ég bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar nr. 674 hér með slitið.